Hér próf í Feedback Fruits frá sjónarhorni nemanda. Í þessu tilviki einungis prófið sjálft en kennarinn getur líka sett upp próf inngang og þá myndi hann birtast fyrir ofan prófið. Samkvæmt Feedback Fruits 3 spurningar í prófinu og nemandinn má taka það eins oft eins og hann vill. Það smellt á Start Quiz. Spurningarnar sjást í borðanum neðst á skjánum og fyrsta spurningin kemur strax upp. Nemandinn fær að vita hvort hann svaraði rétt. Hann getur sleppt í að svara og fengið að sjá svarið, hvaða svarmöguleikar eru réttir og hverjir rangir, en fær þá auðvitað ekkert fyrir spurninguna. Næst kemur opin spurning. Ef kennarinn hefur skilgreint rétt svar, fær nemandinn að sjá það og síðan beðinn að meta hver réttan telur sitt svar vera. Hér sést svar kennarans og svar nemandans fyrir neðan. Hann metur svarið sitt. Með því að smetla á blýantinn getur hann endurmetið svarið. Þar sem þetta var síðasta spurningin kemur upp lokamynd prófsins. Nemandinn getur valið að fara tilbaka í prófið og skoða spurningar og svör en getur ekki breytt neinu héðan af. Á prófsíðunni hefur nemandinn yfirlit yfir próftilraunir sínar ásamt upplýsingum hvern honum gekk. Kennarinn hefur aðgang að upplýsingum framvindu prófsins og árangur nemenda og það hægt að hlaða niður Excel-skjali með nánari niðurstöðum. Með því að opna spurningarna getur kennarinn líka skoða svör nemenda og séð til dæmis hvort nemendur að misskilja eitthvað eða hvort eitthvað þarfnist meiri þjálfunar. Í opnu spurningunni sjást svör nemenda og hvernig mátu svör sín. Kennarinn getur smellt á líka við svar eða jafnvel eitt svar í nemanda og gefið honum þannig tækifæri að svara aftur. En það á ekki við í þessu tilfelli þar sem nemendur mega taka prófið eins oft og þeir vilja. Hér annars konar próf. Þetta próf inniheldur eingöngu krossaspurningar þar sem eitt svarmöguleiki réttur. Þá hægt að stilla á svokallað scratch off mode sem virkar þannig að nemandi fær strax að vita hvort svarið rétt eða rangt eins og áður. En sé svarið rangt má hann reyna að svara spurningunni aftur og fær þá færri stig fyrir svarið. Með því að svara rétt í fyrstu tilraun fær nemandinn 100% fyrir svarið sitt. Hér fær nemandinn að vita að svarið var rangt sem veldur því að hann fær 50% frádrátt á stigum spurningarinnar. Nemandinn velur rétta svari í 3. tilraun og fær því einungis 25% af þeim stigum sem voru í boði. Á prófsíðunni hefur nemandinn yfirlit yfir próftilraunir sínar ásamt upplýsingum hvern honum gekk. Þetta það helsta próf í Feedback Fruits. Til að læra meira best að kynna sér leiðbeiningarnar og prófa verkfærið, til dæmis á æfingasvæðinu. Takk fyrir.